framkvæmdanefndar númer, og erum við ekki, númer 56. Takk fyrir. Það fundargerð skipulagsframkvæmdanefndar númer 56 og vorum við að komast í loftið. Vil ég endurtæki aftur innganginn. Nei, við vorum bara að setja fund. Já, fundargerð skipulagsframkvæmdanefndar númer 56 verður tekin inn með afbrigðum og verður þá síðasti liður á dagskrá. Í henni sá fundur fór fram í gær og í henni eru mál sem við viljum taka hér inn til að fullnusta. Hreyfir einhver andmæli við því? Svo virðist ekki vera. Þá kemur hún hér inn sem síðasti liður, sem 7. liður fundarins. Þá byrjum við hér á fyrsta lið sem ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2005, síðar umræða og bæjarstjóri Jóna Árný Þórðardóttir hefur beðið orðið. Gerðu svo Jóna. Takk fyrir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Hér göngum við til seinni umræðu ársreikning Fjarðabyggðar fyrir Fjarðabyggð og stofnana hennar fyrir árið 2025. Ársreikningurinn var áritaðar af bæjarráð og bæjarstjóra fyrir páska, en samkvæmt sérstökum lögum skal fjalla ársreikningin á 2 fundum í bæjarstjórn og hann þá hér með lagður fram til seinni umræðu í bæjarstjórn. Ekki hafa orðið tölulega breytingar á ársreikningum milli umræðna. Rekstraniðurstöða samstæðu Fjarðabyggðar jákvæð sem nemur 849 milljónum króna en 150 milljónum í A-hluta. Eignir sveitarfélagsins í lok árs 2025 voru samtals að fjárhæð 21.549 milljónir króna og þar af námu fasta fjármuni 19.214 milljónum króna. Eigið fé samstæður var 10 milljarðar og 77 milljónir króna í árslok 2025 samanborið við 8.943 milljónir í árslok 2024. Ég vísa til frekara gagna í fundargátt kjörinna fulltrúa varðandi aðrar tölulegar upplýsingar sem tengjast ársreikningum. Ég legg ársreikningin hér með fram til seinni umræðu í bæjarstjórn. Takk fyrir Jóna. Þá orðið laust til síðan umræðum ársreikning. Ragnar Sigurðsson bæjarmáli. Gerðu svo Ragnar. Já, virðulegur forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Það svona ánægja að fara yfir ársreikning sveitarfélagsins í síðar umræðu. Það verður að segjast eins og að hann framar vonum svona með tilliti til þeirra áskorana sem að við erum með í rekstri sveitarfélagsins. Hann líka framar vonum ef við horfum á þær fjárfestingar sem við höfum verið í sem eru umtalsvert meiri en undanfarin ár og að því leitinu mjög gleðilegt að ná að sýna hér fram á jákvæða afkomu bæði A og B hlutunum en eins og við erum nú að glíma við dagsdaglega þá A-hlutin áfram við getum sagt viðkvæmur, hann þolir ekki mikið af óvæntum útgjöldum, þannig að við þurfum áfram að horfa til hagræðinga í A-hluta sveitarfélagsins og halda vel á spilunum hvað það varðar, en enga síður þá alveg óhætt að segja það að þetta talsvert bætt afkoma sem að við erum að horfa hér á og sáum jafnframt á síðasta ári fyrir ársreikningin 2024 og erum þá að fylgja því eftir núna með ársreikningum 2025 og þá kannski verðum við líka að horfa til þess að við erum að fá á okkur reiknaða stærð lífeyrisskuldbindinga upp á 300 milljónum auka til viðbótar við það sem við höfum áætlað. Þannig að það ekki, þannig að það svona reynir á A-hlutan hvað þetta varðar en við erum að mæta því og þrátt fyrir að við erum að fá þessar 300 milljónur aukalega inn í ársreikningina þá erum við enga síður með jákvæða afkomu sem auðvitað gleðilegt og sýnir það að við erum að styrkja reksturinn en við þurfum að halda áfram á þeirri braut. Og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa upp bókun meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks við síðari umræðu ársreiknings Fjarðabyggðar 2025. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks fagnar þeim árangri sem birtist í ársreikningi Fjarðabyggðar fyrir árið 2025.
Rekstra niðurstaða sveitafélagsins jákvæð bæði í A-hluta og samstæðu A- og B-hluta. Þar sem rekstra niðurstaða samstæðunar um 850 milljónir króna og í A-hluta 150. Niðurstaðan sérstaklega ánægileg í ljósi þess að hún umfram áætlanir í heild sinni og staðfesti þann viðsnúning í rekstri sem ráðist var í þegar núverandi meirihluti tók við ábyrgð á rekstri sveitafélagsins. Meirihlutin leggur sérstaka áherslu á að þessi árangur hefur náðst samhliða því ekki var gripið til nýrrar lántöku á árinu 2025 þrátt fyrir umfangsmiklar fjárfestingar. Fjárfestingar sveitafélagsins hafa verið verulegar og þær mestu á kjörtímabilinu en eru fjármagnaðar með bættri rekstrarkomu og sjóðstreymi. Jafnframt hefur skuldastaða sveitafélagsins þróast í rétta átt. Skulda viðmið hafa lækkað milli ára bæði fyrir A-hluta og samstæðun í heild sem skýr vísbending sterkari fjárhagsstöðu og auki svigrúm til framtíðar. Meirihlutinn telur mikilvægt að halda áfram á þessari braut. Þrátt fyrir jákvæða niðurstöðu þarf undirliggjandi rekstur A-hluta áfram að styrkjast til að geta staðið undir fjárfestingum og viðhaldsstörf. Það kallar á áframhaldandi aðhald, skýra forgangsröðun og ábyrga fjármálastjórn. Árangurinn sem hér birtist ekki tilviljun heldur afrakstur markvissrar vinnu, samstöðu bæjarstjórnar og starfsfólk sveitafélagsins. Meirihlutinn þakkar starfsfólki og kjörnum fulltrúum fyrir þeirra framlag og leggur áherslu á að halda áfram þeirri vegferð að tryggja traustan rekstur, lækkandi skuldir og auki svigrúm til uppbyggingar í þágu íbúa Fjarðabyggðar. Þakka fyrir Ragnar. Heimir Gylfason hefur beðið orðið. Gerðu svo Heimir. Forseti, bæjarstjóri og aðrir fundarmenn. Ég tek undir með Ragnari, það ánægilegt að sjá góða rekstrar niðurstöðu. Það augljóst að skipti máli hver stýrir og ég sé líka á rekstrarreikningum og ársreikningum að það eru aukna tekjur en það líka aðhald. Það ekki verið að fara fram úr sér og það alveg augljós aðhald í rekstrarreikningum og því skal fagna. Því að við þurfum einmitt að passa þetta, við förum ekki fram úr okkur og við vitum að þegar það verið að gera áætlanir að það stór og góður óskalisti en það því miður ekki hægt að gera öllum til geðs. Það sem samt leiðilegt að sjá kostnaðurinn við skuldirnar. Skuldirnar eru miklar og við erum að vinna núna í því að lækka þær en það ekki að takast. Það ekki okkur að kenna því það aðhald og greiðslu geta en við bara stjórnum ekki því sem ríkisstjórnin gerir og býtum úr því núna. Það því miður eitthvað sem við almenningur þurfum að borga, það óráðsemi annarra og það heldur áfram. Takk fyrir. Þakka fyrir Heimir. Orðið laust. Stefán Þór Eysteinsson. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Aðeins að fá að kveða með hljós ársreikninginn og ég svo sem tek undir það jákvætt að samstæðan og A-hluti skili jákvæðri rekstra niðurstöðu og svona eins og við höfum nú rætt hér áður að hluta til auðvitað þetta að skila sér, vinna síðustu ára. Margt sem hefur verið gert á síðustu 4 árum til þess að skila þessum svona, breytingu í rekstrar niðurstöðu en ég held við þurfum að rýna í ársreikningin. Ég veit hversu gaman allir hafa tölum og allir sem eru að horfa á og hlusta. Það rétt, eins og Heimir kom inn á, það eru klárlega aukna tekjur sem við erum að sjá, bæði þá skatttekjur sem við erum innheimta hérna. Að sama skapi erum við að fá töluvert meira úr jöfnunarsjóði, það var breyting á hvernig því var úthlutað og bara til að setja það eitthvað samhengi, þá hafa tekjurnar úr jöfnunarsjóði aukist að mér sýnist 820 milljónir frá 2022 og það aukning á milli ára 374 milljónir úr jöfnunarsjóði og það munar nú það. Að sama skapi þarna, eins og þessu, aukning í skatttekjunum og það svo sannlega að skila sér til okkar sem auðvitað jákvætt en hvort sem það sé eitthvað sem hafa verið gert hér inni það nú eitthvað sem verður að liggja á milli hluta í því.
Heimir kom aðeins inn á áætlanagerðina og við svo sem getum skoðað eins og launakostnaðinn, hann svo sannlega lægri en áætlir gerðu fyrir, hann auðvitað aukst töluvert í samstæðu. Mér sýnist hann aukast 886 milljónir í samstæðinu og tæpar 556 á milli ára í A-hlutunum sem auðvitað bara þar eru að mæta þessum hækkunum sem að þarf fyrir starfsfólkið og bara það kjarabætur. Það er kannski eðlilegt þar en kannski ekki, og það er rétt. Launakostnaður varð lægri A-hluta en áætlun gerði ráð fyrir. Og ef maður skoðar greiningu fjármálastjóra, eins og við komið inn á þar er ýmist laust stöðugildi að ræða eða lægri launahækkanir heldur en gert var ráð fyrir. Og eins og við þekkjum öll þá var það þannig við settum til hér pott eða sjóð þar sem við settum töluvert fjármuni til að mæta þeim launahækkanum sem við áttum von á. Og þarna í raun bara gengur þær ekki eftir. Eins og kemur fram í greiningu fjármálastjóra, ýmislaus stöðugildi, þá verður maður að velta fyrir sig hvort að það sé að bitna á einhverjum hætti á þjónustunni sem við erum að veita. Lægri launakostnaður, svo sannlega, en svo rýnir maður í annan rekstrarkostnað. Hann hækkaði í heildina 412 milljónir frá fyrra ári, svo ég vitni í greiningu fjármálastjóra, og 500 milljónir króna umfram áætlun ársins. Það af 365 milljónir í A-hluta og 153 í B. Þannig þar eru nú töluvert að skjóta yfir og ýmislegt þar sem að svo sannarlega er hægt að rekja það til. Og ef maður rýnir í greininguna þá sjáum við þar að það er svona ýmislegt til að mynda. Viðhald eigna og aðkeypt verkfræði arkitekta þjónusta fór 100 milljónir króna fram úr áætlun ársins. Er það aðhald sem hér er rætt ég velti yfir mér. Eitthvað sem við höfum oft talað í ytri aðstæðurnar, fjármagnskostnaðurinn, og hann heldur áfram að lækka, svo sannarlega. Og hann fór til að mynda 23 úr 520 milljónum yfir í 360 milljónir á þessu ári. Og það munar minna þegar kemur að fjárhag sveitarfélagsins. Þannig það er svona ýmislegt. Svo sem varðandi skuldastöðuna og hún svo sannlega þróast í rétt átt og hefur verið að gera það í gegnum tíðina. Bæði skuldahlutfallið og skuldahlutfallið sem við höfum oft hort á. Það hefur svo sannlega verið að þróast í rétt átt á síðastliðnum árum. Það var aðeins komið inn á engar lántökur á árinu og það er rétt. En áfram höldum við að taka lán úr B-hluta til að fjármagna hluta af rekstri A-hluta. Þannig að spurninga hvort það sé þá hluti af þessu aðhaldi sem hér er nefnt. Ég veit nú ekki hvernig skuldir sveitarfélagsins geta verið núverandi stjórnvöldum að kenna. Það er kannski bara að koma skýring á því. En fjármagnskostnaðurinn hefur svo sannlega lækkað síðustu ár frá því sem var, frá því að fyrir meirihluti var. Og allar þessar ytri ástæður hafa gríðarleg áhrif á fjárhag sveitarfélagsins. Og það er þetta mjög jákvætt að þessar ytri aðstæður séu að batna. Og við fögnum því. Eins og að komið inn á, þá hafa fjárfestingarnar haldið áfram, svo sannarlega. Og kannski ákveðið svona áhyggjefni að áfram fara þær flestar fram úr áætlun. Við vitum að uppbyggingarþörfin, hún er ennþá til staðar, innvið uppbyggingarþörfin og viðhaldsþörfin, svo sannarlega. Þannig það er að ýmsu að hyggja, það eru miklar áskoranir eins og Ragnar kom inn á. Og það er ákall víða. Þannig ég held að þegar kemur rekstri sveitarfélagsins þá er nauðsynlegt að við séum skynsöm og raunhæf í þeim áætlunum sem við setjum okkur núna á næstunni. Tala nú í þeim kosningaloforðum sem við ætla að fara út með. Þá biðla ég til skynsemi og raunhæfni í því. Við erum með svo bókun með leyfi forseta sem ég fæ að lesa hérna. Fjarðarlistin fagnar jákvæðri rekstrarniðurstöðu fyrir árið 2025, þrátt fyrir lakari afkomu í A-hluta en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Rekstrarniðurstaða ársins lítast að verulegu leyti á sterkari tekjustofnum en gert var ráð fyrir, sér í lagi auknum skatttekjum milli ára og hærra framlagi frá jöfnunarsjóði. Á sama tíma var launakostnaður lægri en áætlað var sem skýrist að miklu leyti af fjölda lausra stöðugilda, færri ársverkum og minni launahækkunum en gert var ráð fyrir.
Ljóst að áhrif þeirra munu að einhverju leyti færast á komandi ár. Að sama tíma vert að nefna að annar ekstra kostnaði sveitarfélagsins hækkaði verulega á milli ára og var 365 milljónir umfram áætlun í A-hluta. Ytri áhrif á þetta halda áfram að hafa verulega áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Fjármagnsliðir hafa lækkað á milli ára og var 61 milljón krónur lægri en 2022 í A-hluta og hafa lækkað umtalsvert síðustu ár. Mikilvægt þó að undirstrika að reksturinn áfram viðkvæmur fyrir breytingum í verðbólgu og vaxtastigi og nauðsynlegt að styrkja undirliggjandi rekstur til lengri tíma. Engum dylst að fjárfestingaþörf sveitarfélagsins mikil, þrátt fyrir mikla framkvæmdir undanfarin ár og því áfram áhyggjuefni að fjárfestingar ársins í A-hluta fari flesta fram úr áætlunum ársins. Að sama skapi það vonbrigði að engar fjárfestingar voru á leiktækjum í sveitarfélaginu eins og sést í ársreikningi árinu 2005 þrátt fyrir þörf á viðhaldi og viðbótum víða. Áskorunir í rekstri sveitarfélagsins áfram margar. Bætt rekstrarniðurstaða síðustu ára á rætur sínar að rekja til ákvarðana sem teknar voru snemma á kjörtímabilinu ásamt lægri fjármagnskostnaði, auknum skatttekjum, ásamt auknum framlögum jöfnunarsjóðs sem jukust tæpar 370 milljónir á milli ára. Því ljóst að áfram þarf að sýna aga í fjármálum sveitarfélagsins og tryggja rekstrargrunn þess. Rekstur sveitarfélagsins þarf að byggja á ábyrgri nýtingu sameiginlegra fjármuna þar sem leiðarljósið jöfnuður og velferð. Fjarðarlistinn mun áfram standa vörð grunnþjónustu við íbúa og leggur áherslu á að breytingar í rekstri mun ekki leiða af sér skerta þjónustu né aukina gjaldtöku. Takk fyrir, Stefán. Ragnar Sigurðsson, við beðum hann að gera svo, Ragnar. Takk fyrir og ég fagna þeim jákvæðu orðum sem hafa verið hér varðandi þá leið sem við erum á og því að það sé tekið undir að við séum á réttri leið. Það auðvitað samt svona greinimaður ákveðin svona kosningaham. Ég minnist þess að Stefán var örlítið jákvæðari í meirihluta þegar að við vorum samt að skila neikvæðri afkomu og taka lán. Þá vorum við öll á réttri leið og þetta var allt saman að koma og núna varar hann við rekstraraukningunni sem þó það bil helmingi minni en var á árunum sem að hann gegndi hér formennsku bæjarráðs þegar rekstraraukning á árunum 2018 til 2023 var 26%. Það dregist alveg skríðarlega niður. Það fagnaðarefni. Sama lánin í B-hlutanum. Þau dregist gríðarlega niður og hluti af þau markmiðum sem við höfum verið að setja okkur að gera A-hlutan að sjálfbærari, nákvæmlega eins og við tölum í minnihluta og var full samstæðum. Það fagnaðarefni að við séum minna háð B-hlutanum og því ber að fagna. Og lán í B-hlutanum hafa dregist saman. Og það jafnframt talað rekstraraukninguna en á sama tíma talað laustöðugildi. Það hluti af rekstrinum og það í meirihlutasamningi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins að horfa á verkaskiptingu í hver skipti sem það losna stöður og skoða hvort að það sé hægt að dreifa verkefnum með betra hætti en þó svo að sé gert ráð fyrir þeim í áætlunum þá það alltaf ákvörðun okkar. Þannig að það að sjálfsögðu mannanna verk. Og við verðum auðvitað að horfa á það að þegar við fjárfestum meira heldur en hefur verið gert á öllum þessum árum þessa kjörtímabils fyrir 1,5 milljarð að sú aukning hún kemur niður á einhverju. Það alveg rétt hjá Stefáni að það auðvitað vonbrigði að við hefum ekki getað þá farið í leiktæki en það ekki bæði haldið og sleppt sko og menn verða að ákveða þá það hvort að menn eru að beina spjótum sínum að því hvort að menn vilja fara í auknar fjárfestingar og draga þá úr afkomu eða hvort að við séum þá á réttri leið og þannig að ég horfi bara á þetta sem einhver ákveðin kosningaham en það í fyrri umræðu var talað með allt öðrum hætti því að þá var þetta allt saman hluti af langtíma stefnu Fjarðarlistans frá
frá því upphafi kjörtímabilsins en núna erum við eitthvað að bregða að leið en þó með ákveðnum fögnuði yfir rekstra afkomunni. Hvað verður Ragnar orðið laust? Það má ákveða mig aðeins ljós hér við síðari umræðu. Og svo sem bara eins og áður í fyrri umræðinni hérna þá þetta mjög mikið eins og komið fram sannarlega og var kannski skýrari þá, ég tek nú undir það voru svona skýrari skilabóð þá að það verið mikill bati rekstri sveitarfélagsins, meðan það kom svolítið baksla núna þessum hálfa mánuði hjá samstarfsmanni mínum Stefáni Þór sem eðlilegt, já það náttúrulega styttist í kosninga en enga síður þetta gríðalegu bati í rekstri Fjarðabyggðar og það mikið jafnvægi sem Fjarðabyggðar loksins að ná eftir þetta bara mjög svona strembna tíma og þetta við erum sannarlega og höfum alltaf horft á þannig við erum eins og þau samfélög sem eru þetta háð miklum útflutningi það sem verður gríðarleg verðmætasköpun til en þá erum við þetta alltaf svolítið líka við bregðumst öðruvísi við hagsveiflum heldur en mörg önnur samfélög það eru nokkuð slík samfélög í Íslandi og síðan hafa þetta ytri aðstæði verið þungar þannig að það er þess vegna svo mikilvægt að halda um þeirri vegferð að greiða niður skuldir sveitarfélagsins til þess að minnka þá hversu berskjöldu við erum fyrir sveiflum í efnahagsumhverfinu. Engu að síður þá er það afskaplega jákvætt að sjá svona þennan umsnúning sem verður og við erum fannin að skila afgangi því að það er þetta þangað sem við þurfum að komast. Sveitarfélögin í Íslandi í heild sinni og raun og veru ríki líka hefur ekki náð fjárfestingastígi sínu upp frá því fyrir hrun. Við erum ekki búin að ná sama fjárfestingastígi og við vorum með árið 2006, 2007, 2008 árin fyrir hrun. Þá var og við getum sagt að þá held ég að mörguleiti það þú geta sem er höfði til fjárfestinga og það fjárfestingastíg er það sem er nöðsilegt í rekstri sveitarfélaga. Þannig að ég hvet þess að næstu bæjarstjórn áfram í þau verk að einmitt að halda áfram þeirri braut sem við hefur lagt núna að svolítið svona straumlínlega reksturinn dragur umfangi fasteign okkar af því að það er mikil viðtalsstörf hjá okkur eins og öllum því að þetta er eitt sem hefur þurft raun og að sitja svolítið þurft að sitja á hakanum of lengi eftir hrun efnahagshrunið og við erum að bíta úr því og höfum fengið mörg áföll eins og aðrir stórar og miklar fjárfestingar sem við höfum orðið að ráðast í sem við hefðum ekki auðvitað ráðast í við höfum getað sinnt viðhaldi með betri jafnari hætti eftir hrun þegar við vorum að berjast við að ná niður skuldum sveitarfélagsins og koma rekstri þessi jafnvægi áðans að ganga á þjónustuna gott fólk. Þannig ég vil nú hvetja til þess að hafa því huga að sveitarfélagi Fjarðabyggð hefur nú ekki gengið mikið á þjónustunum íbúa sem betur fer en það er sveitarfélagi til fyrir íbúana og íbúarnir eru sveitarfélagi. Ég held að það hafi verið einn það svona betri ákvörðun sem þessar bæjarstjórnir sem ég hef sett í síðasta áratuginn síðasta ára rúma tæpa 2 ára hafa geta sammælst að það við gengum ekki á þjónustu íbúana. Við höfum haldið gjaldskram lágu. Við höfum sýnt það í verki að við líka tekjutengjum og höfum farið mjög hátt þar. Að því við viljum standa vörðum það að hér sé gott að búa. Þó það gleymist stundum í pólitísku harki og þó það gleymist stundum á samfélagsmiðlum í samræðahópum íbúana. Þá er það samt þannig að sveitarfélagi hefur haft það að leiðarljósi og það er vel. Að sjálfsög hefur það komið niður og við höfum þá á sama tíma ekki getað ráðist í að miklar fjárfestingar og framkvæmdir sem eru þann tíma löngu tímabærar og við erum að ná núna loksins að spyrna við og að komast í þá átt og það er það sem ég vona næsta bæjarstjórn horfi með sama hætti og leið að svona horfa á það hvað er það sem hver er grunnreksturinn, hver er kjarnarekstur sveitarfélagsins og hvað þurfum við að eiga kringum hann af húsnæði, hvernig þurfum við að nýta húsnæði og halda því þá við. Þannig ég er fullur bjartsýni á að þau hér sem taka við að þetta áttir en að sjálfsögðu eins og við kom fram við í bókun hjá okkur sjálfstæðis og framsóknarflokki þá er alveg heilmikið verkefni eftir, það er alveg brekka í þessum aðrekstri.
það ekkert bara hér, gott fólk. Það náttúrulega bara mjög víða í sveitarfélögunum. Og þar þurfum við að horfa á áfram og leita leiða og leita leiðast til þess að horfa svolítið framtíðar í því. Og að sjálfs og sannarlega höfum við, og það ekki að byrja núna, vegna þess að við erum með sterkana á bílhutta, við erum með sterkara bílhutta, þá hefur hann líka leið lánað alhuttanum, en eins og alltaf hefur verið sagt að þá verum við því lengra sem við förum í þessu ferli, því betur alhutturinn sterk búin til þess að skila svo bílhuttanum því, þegar bílhuttin þarf að ráðast í frekari framkvæmdir, og hefur gert, og það hefur ekkert stað á fjárfestingu bílhuttans heldur. Þannig að maður getur ekki kvartað við því að það hafi þurrauðs í bílhuttan. Við höfum staðið þar fyrir umfangsmiklum fjárfestingum til þess að efla atvinnulífið í Fjarðabyggð, til þess að í Hafnarsjóði, til þess að geta þjónust á okkar kúnna og elta atvinnulífið, því að það undirstaða okkar. Þannig ég held að við getum öll verið afskaplega stolt af því að það sé. Vonandi líka sjáum við breytingar því í reikningsumhverfi sveitarfélagana, vonandi á þessu ári, að það verði svona breytt eða framsetning lífeyrisskuldbindinga tæki meiri mið af því að hún sé færð á þann hátt að hún sé þá í raun og veru færð sem raunveruleg útgjöld hvers árs. Ég hef alltaf fundist það mjög merkilegt að sjá færslu lífeyrisskuldbindinga sem það hafa verið þess, en það er til skoðunar og til umræðu milli ríkis- og sveitarfélaga í reikningsskilanefnd. Þannig að vonandi mun það líka, ég held að gefi bara skýrar og betri með sín af sveitarfélaginu, af rekstri sveitarfélagsins. En ég held að sé margt jákvætt, áskoranirnar áfram uppi, en ég held að við getum öll verið stolt og fagna því að við höfum ekki gengið framsamt með þeim og ekki þurft og höfum forgangsraðið það á áttina að það komi niður á íbúum samfélagsins. Það jákvætt, Stefán. Ég veit að við erum sammála um það. En það ekki meira hjá mér, orðið laust. Stefán Þór, gjörðu svo vel. Ég beið eftir og tækið til máls. Forseti, bara betra að þú myndir klára, sko. Nei, mér finnst ég alls ekkert neikvæður. Ég hef bara mjög raunsær rýn í tölur frá greiningu fjármálastjóra og engin neikvæða dótnir, ekkert sem að ekki heyrðist í fyrra í okkar bókun og í yfirferð yfir ásreikningi. Þannig að já, ég veit nú ekki með þessar neikvæðina. Ég veit ekki alveg með rekstraraukninguna sem var nefnd áðan. Rekstrargjöld, það ekki, aukning, já, akkurat, ég er að reyna tölunar hjá mér í mínu Excel-skjali það sem ég held utan um þetta og við getum kíkt á hvernig þetta er reiknað eftir, en úr því við fórum þangað þá svo sem er til að mynda þá rekstraraukningin á síðasta ári, hún er 1 milljarður, 100 milljónir tæpar. Og ég sé ekki betur en það sem mesta aukningin sem hefur verið í langan tíma þegar við ætlum að tala um rekstraraukningu, en við skulum bara kíkja á eftir betur hvernig þetta er reiknað nákvæmlega. Og ég held að svona allar fyrri staðreyndir sem við höfum dregið fram, það er standa áfram. Jákvæðir í meirihluta. Mér finnst ég alls ekki neikvæður núna, ég var bara mjög raunsær þá og við vorum bara að rýna tölurnar eins og núna. Og svo sannlega sögðum við að þetta væri alltaf að koma og það er að sýna sig, þetta var alltaf að koma. Okkar áætlanir, fjárhagsáætlanir, það sýndu alltaf fram á það að við værum að fara í þessa átt með þetta. Við sjáum þetta líka á öðrum sveitarfélögum í kringum okkur, menn að ná sér af þessu leyti eftir COVID. Þannig að það er bara mjög jákvætt. Ég komum inn á leikvellina, sko. Þeir voru alltaf líka í fyrra, það var lítið fjárfest í leikvellunum. Ætla að sé það ekki bara spurningu forgangsröðun. Hann var alltaf ekki fullnýttur lykillinn og ekki neinu leyti nýttur núna. Eftir stendur einfallega það sem við höfum verið að benda á, að þessari ytri aðstæður, það eru það sem eru svo dóminerandi þegar kemur að rekstrarniðurstöðunni. Auðvitað þarf að sýna ákveðið aðhald og gera hlutina rétt og vel, og við teljum að það hafi verið gert í sveitarfélögunum allan þennan tíma frá því að þessi bæjarstjórn tók við. Það hefur verið samstaða í langflestum aðgerðum og staðið vel að þessu öllu saman. Þannig mér finnst það megi ekki túlka þetta sem neikvæðan tón,
heldur miklu frekar í raun og veru bara að draga fram þær staðreyndir sem liggja í þessu öllu saman, hvernig þessi ársreikningur kemur til og af hverju. Ég held að við erum ekkert að fara neitt lengri í það. Takk. Takk eftir Stefán. Nei, mér varst alls ekki neikvæður. Mér varst þú mjög, bara þetta er aðeins svona, bara aðeins að rífa þig í gang, sko. Nei, en ef þú vilt, þá getum við látið Jóhann fjármálastjóri sækja vasareikningin ef þú vilt farið. En vilja fleiri kveðs í hljós, hér í síðar umræðu. Þuríður Lillý, Sigurðardóttir beðmáli, gerðu sem Þuríður. Forseti, bæjarstjóri, kæru bæjarfulltrúar. Það hefur svo sem verið farið yfir ársreikninginn hér í góðu máli og sammála því sem hefur komið fram. Ég ætlaði ekki að fara yfir hann efnislega. Mér finnst kollega mínu vera búin að fara vel yfir það. Það var bara tvennt sem ég langaði að koma inn í umræðinni og það er annars vegar arkitektaþjónustan sem að Stefán Þór kom inn á. Hún stafar að mestu leyti að því að það var farið í töluvert að deiliskipulags og aðalskipulagsbreytingum til að liðka fyrir uppbyggingu á húsnæði í sveitarfélaginu. Við þurfum að nota aðkeypta arkitektaþjónustu til að koma þessum verkum áfram og er hægt að sjá það í fundargerðum skipulags- og framkvæmdanefndar að það er mikið deiliskipulags og aðalskipulagsbreytingar, grenndarkynningar og fleira. En er það allt gert til þess að hægt sé að byggja húsnæði bæði eftir þörfum og jafnframt eru við ekki með allokkar byggðakjarna deiliskipulag. Þannig að það skýrir að miklu leyti þessa arkitektaþjónustu sem við höfum verið að nýta okkur og jafnframt það að byggingafulltrúi okkar hefur líka sinnt embætti skipulagsfulltrúa og hefur þetta verið til að létta á honum. Varðandi leiktækin, margumrædd, það voru endurnýjuð leiktæki í bæði leik- og grunnskólum. Nú þekki það ekki nógu vel af hverju þau koma ekki inn á þessum ársreikningi. Það var kannski ekki farið í stórtækar endurnýjanir en ég veit fyrir víst að það voru sett niður ný tæki til dæmis á leikskólanum á Reyðarfirði. Svo höfum við líka átt til tæki á svokvöllum, kannski lager eða morða þannig sem eru alveg leikvöllum sem hafa verið aflaðir og höfum verið að nýta þau tæki sem eru til. Þannig að það kannski skýri það okkur hefur ekki þurft að fjárfesta í nýjum en að sjálfsögðu þurfum við að bæta og viljum vera að bæta aðstöðu en ég tel okkur hafa ágæta afþreyingu og mikið úrval af góðum leikvöllum fyrir börn. Þannig að það var svona það sem ég vildi sagt hafa. En næsti leikvöllur er vissulega í undirbúning og verður hann á Norðfirði í stað þess sem tekin var niður við Hafnabraut. Það var bara ekki hægt að komast í það út af vetrartíð. Fleiri var það ekki, takk. Hvað fyrir Þuríður, fleiri hvað þessi hljós? Svo er ekki, þá ber ég upp ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2005 til afgreiðslu. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum og bæjarfulltrúar hafa fengið rafræn boðum að undirrita. Þá förum við í næsta lið sem er bæjarráðsfundargerð 938 og 939. Orðið lausna, Ragnar Sigurðsson er orðið, kjærs Ragnar. Já, ég ætla að fara yfir þessar 2 fundargerðir. Það er fyrst undir liðnum bæjarráð númer 938. Undir fyrsta lið erum við að fela Jónu Árnýju að ganga frá kaupsamningi og afsali varðandi Bakka 15 og þar erum við að ganga frá kaupsamningi við Bríet leigufélag sem að er þá að fara með það til frekari útleigu. Í liðnum 22 sem að snýra húsnæði Vinasels sem að hefur verið í svona tímabundnu úrræðu og var auðvitað að þar voru við að nýta leikskólan í fyrra og þar eru þar eru að finna þá jákvæðu þróun er að leikskólinn verður meira notaður á næsta skólaári og við þyrftum þá að finna aðra ráðstöfun varðandi Vinasel og eru þar að fara í efri hæð Sparisjóðsins
sem að var nú svona út frá öryggissjónarmiðum og gerðar húsnæðisins það besta sem í stöðunni þó svo það sé alls ekki fullkomið en það er hérna það er sú staða sem það er sú lausn sem við höfum núna og munum vinna vel úr því þannig að það verði sómasamlega að því staðið. Svo var ég hér verið að ganga frá samningum við bæði lyftingafélag Reyðarfjarðar og knattspyrnufélag Austurlands þjálfun Janusarverkefnisins í lið 2-3 og 2-4 hafði verið afgreitt úr fjölskyldunefndinni og þarna verið að endurnýja samninga sem að hafa eftir því sem ég kemst best næst gefist vel og hefur verið vel að því staðið þannig að það var full ástæða til þess að framlengja þá. Í lið 2-5 þar fengum við ofanflóðasjóð til heimsóknar þar sem var verið að fara yfir breytingar á ofanflóðamannvirkjum við Nes og Bakkagil á Norðfirði og þar var tekin góð umræða sem að við tökum svo áfram inn í samfélagið. Svo það liður 2-6 sem að þar erum við að ganga frá eða fela í rauninni bæjarstjóra að ganga frá samningum uppbyggingu að hafnaraðstöð Eskifjarðarhafnar og þar erum við þá að horfa til þess að hefja framkvæmd eða þeim verði lokið fyrir 15. maí og þar eru jákvæð uppbyggingar áform sem að eru að kalla eftir því að við göngum hratt og örugglega til samninga og fáum þar hagstæð kjör sem að gera okkur kleift að hefjast handa við þetta verkefni. Í fundargerð bæjarráðs númer 939 þá ætla ég aðeins að koma inn á þar lið númer 3-2 þar sem við höfum falið bæjarstjóra að ganga til samninga við Alor og Tandra Orku fyrir kyndingu á Fjarðabyggðarhöllinni og við höfum þarna farið vel yfir þessa samninga og látið lögmann sveitarfélagsins fara yfir þá með okkur og átt fundi með samningsaðilum og farið vel yfir þetta verkefni. Þetta er spennandi verkefni. Þetta er nýsköpun og þarna erum við að leita til fyrirtæki sem hefur verið að byggja upp sína þjónustu og hefur gert það vel og er bara spennandi aðili til þess að vinna nánar með í þessu og ég bind vonu við að þetta komist hratt upp en við erum að gera ráð fyrir verklokum í haust þannig að Fjarðabyggðarhöllin verði kynnt næsta vetur og við getum þá lagt af þetta viðurnefni sem að höllin hefur fengið þar að segja Klakahöllin. Það fyrir Ragnar leiði orðið í röst fundargerð bæjarráðs Philip Guðsljós, Heimir Gylfason og meðan Heimir gengur þá bendi ég bæjarfulltrúum að endur hlaða fundar því að með því að taka inn skipulags- og framkvæmdanefnd þá bættustu 3 almennir liðir úr þeirri fundargerð sem þeir ágreiða sérstaklega. En gerðu svo Heimir. Takk fyrir Jón Björn. Já, ég vil líka taka fyrir kannski ekki eins marga liði Jón Ragnar, en ég hef athugasemdir nokkra. Það er liður 2-1, kaup á Bakka. Mér fannst mér skrítið það ferli að eignir sveitarfélagsins fara ekki í opið söluferli og hefði viljað að það hefði farið á annan veg. En ég gerir á fyrir að þetta fái nú áframhaldandi notkun, þetta hús, en ég hefði viljað sjá fleiri hugmyndir á borðinu kannski hvernig við erum að nýta það, sérstaklega þar sem ég er nágranni þessu hús og hefði viljað geta tekið þátt í þeirri vinnu. Varðandi lið 2-5, Varnagarða, Nes og Bakkagil. Þetta er náttúrulega bara frábær niðurstöða að það skulle eiga að fjölga þessum keilum. Við Stefán og Jón Björn mitt sátum fund með Veðurstofunni á sínum tíma þegar þetta var að fara af stað og bentum einmitt á skorta á keilum og nú er bara alveg frábært að það hefur verið
komið í gegn. Því að það er mjög mikilvægt að þarna sé öryggið sett eins framalega og hægt er og svona smáurðar sem svo ein keila er að sé ekki að skorið niður óþörfu. Liður 2.6, Eskifjörður, frágangur Eskifjörður höfn, réttar að sagt, frágangur lóðar í kringu Leirubakka, mjög nauðsynlegt verkefni og skiptir miklu máli að við klárum það sem fyrst. Því að það stendur til að fara að dýpka þarna og það er framkvæmdir sem að fyrir eru gætu kostað okkur endur vinnu ef að við göngum ekki frá þessu eins og þarf áður en að svo dýpkum fer fram. Það var allavega spennandi að sjá hvaða boð hafa komið í það og ég gerir ráð fyrir að einhver hafi borist því að það var einhver áhugi og það verður tekið fyrir vonandi á næsta hafnarstjórnarfundi. Svo er að liður 2.14, það er Austurbrú og aðalfundur sem við sátum þar og mikil vonbrigði að sjá að það var lögð fram hallaáætlun á rekstri Austurbrúar. Ég hefði viljað sjá það endurskoðað því miður var svo tillaga felld hjá okkur sem að vorum í forsvari fyrir Fjarðabyggð allavega lögðum til. Og einnig var líka mjög mikil vonbrigði að sjá að það hefði verið ekki fellt heldur til að okkar að auka framlög sveitarfélagsins inn í þetta verkefni Austurbrú. Því að þetta eru auknar álögur á sveitarfélagið sem að við ættum alveg að geta að losna við núna með betri áætlunum og betri rekstri. Þannig að ég harma þessa niðurstöðu þessara fundar og mér bara lýsi furðu minni á því að það skuli vera lögð svona áætlun fram því að það var alveg vel hægt að komast hjá því. Svo er það bæjarráð, fletta hans, 939. Þar er eins og Ragnar kom inn á, stendur til að breyta orkukaupum vegna kyndingar og lýsingar í Fjarðabyggðarhöllinni eða Klakahöllinni sem við ætlum að vonandi að breyta í Varmahöllina núna. Þetta er liður 3.2 undir 939 ef ég nefndi það ekki. Ég veit ekki með samningana, ég held að það þurfi bara að fara mjög varlega í samninga þar sem að binda sveitafélag samt í að kaupa einhver ákveðna orku, ákveðna verði, síðan gæti einhverja breytingar orðið og við höfum kannski aðganga að ódýrari orku. En ég bara hrósa samt því sem ég hef séð varðandi tandraorku og það sem þeir ætla að gera. Þetta er mjög gott og þarft að gera með þeim. Þetta er sjálfbærni innan sveitafélagsins og stór austfjarðasvæðisins. En og ég held að þar erum við að taka mjög gott og þarft skref í að lækka kostnaði mitt við þetta húsnæði. Bara almennt, ekki bara það að við ætlum að kynda það, þá náum við að nýta það betur, en líka verður náttúrulega kostnaðurinn mjög lágur við það. Takk fyrir. Takk fyrir Heimir, orðið er laust fundagerðir. Bæjarós, Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gerð svo Ragnar. Ég ætla aðeins að koma inn á þessa liði sem að Heimir kom inn á og ég tek alveg undir með honum varðandi alla liðina. Varðandi liði 1, varðandi kaupsanningin og afsal á Bakka 15, þá var það alltaf það sem við vorum að horfa á að fara með þetta í opið söluferli og alla jafna þá á það náttúrulega að vera megin línan sem við gerum varðandi okkar fasteignir. Þarna er hins vegar verið að horfa til áframhaldandi leigusamninga og sem að verður þá til styrkingar á samfélaginu, styrkingar á starfsemi á Norðfirði. Þannig að þegar allt er frá gengið og ef allt gengur eftir þá
þá þetta jákvæður gjörningur en svo stefna hefur auðvitað verið mörkuð hér á undanförnum árum að við viljum sjálft ekki vera leigufélag og þess vegna er farin þessi leið en það eru auðvitað að því gefnu að allar forsendur haldi. Þannig að ég tek auðvitað undir bara með honum að það á að vera hinn almenna leið sem við förum en þarna er auðvitað verið að horfa til sértæks verkefnis sem að mun þá styrkja samfélagið í Fjarðabyggð og sérstaklega þá á Norðfirði. Svo verð ég bara glemdi ég að koma inn á lið 214 áðan eins og Heimir gerði og ég tek alveg undir það með honum að það voru þetta mikil vonbrigði að tillögur okkar meiri hlutans hér í Fjarðabyggð skildi ekki ná fram að ganga varðandi rekstur Austurbrúar og SSA þar sem að allar okkar tillögur gengu út á það að það yrði dregið saman í rekstri Austurbrúar og SSA dregið úr stjórnunarkostnaði SSA með því að fækka í stjórn og koma þar með í veg fyrir að við varum að hækka árgjöldin. Þetta og það er kannski svolítið hjákátlegt að eingöngu meiri hlutin í Fjarðabyggð hafi geta lýst yfir stuðningi við þessar tillögur svona í ljósi varúðarmerkja varðandi hækkun á rekstrarútgjöldum sveitarfélagsins. Það fyrir Ragnar orðið lust. Stefán Þóru beðum að gera svo Stefán. Forseti. Hvað með hljós hérna undir fundagerð Bæjarráðs 938 kannski byrjaði mitt á hérna 214 á Sundur Austurbrúar ég svo satt ekki þeirra fund en sitt í stjórn og kem þar inn seinni hluta tímabils þetta ég getum sagt já ég svo sem á sama tíma og skipti náttúrulega þessi stað hér og svo sem það sást mjög fljótt að það þurfti að skoða ákveðna hluti þarna innan og hefur svo sannlega verið farið í ákveðnar aðgerðir þarna og ákveðin skrif verið tekin. Ég held að sé ljóst að áhrifin af þeim mun ekki skila sér að fullnustu fyrir en í næstu fjárhagsáætlun. Þetta er auðvitað krefjandi verkefni, það er áskorunni þar eins og hér í reksturinnum en mikil tækifæri til staðar og klára þetta forgangsraða í þeim verkefnum sem eru tengið fyrir og það er eitthvað sem ég veit að stjórnin er einhuga að gera og verði gert. Það er auðvelt að ætla bara að vera að segja eftir á móti og það er svona ég held að sé skynsamlegri að við veljum þau verkefni sem við viljum forgangsraða og út frá þeirri grunni þá höldum við áfram með það og svo þetta tekur ný stjórn við þar fljótlega en þeim verður skilað betra búi en að gengið að hér áður. Aðeins undir fundagerð Bæjarráðs númer 939 og aðeins að koma inn á einmitt kynntingu Fjarðabyggðarhallarinnar. Þetta er virkilega skemmtilegt verkefni þar sem við erum að fá þessi 2 fyrirtæki á borðinu til þess að fara í þessa kynntingu. Ég tek undir það sem að Heimir sagði með að binda sveitarfélagið í þessi kaup en ég held að við getum sagt að það sé búið að skoða þennan samning fram og tilbaka og búið að eiga mjög góð samtöl við alla viðeigandi í þessu máli, alla aðila sem koma að kynntingunni og verður bara virkilega gaman þegar þetta er komið í gagnið og við þurfum ekki að vera í kuldagallanum þarna inni að vetri til. Okkar aðeins að koma svo inn á mál 3.4 og 3.5 sem eru í raun og veru mál til umsagnar hjá okkur frumvörp. Það er þá stofnun atvinnuvegana sem er þá nýstofnun sem að mun taka við að Fiskistofu og MAST og svo er það einföldun regluverks og ekki skilvirkni eftirlits með hollustu háttum og mengunarvörnum. Það er skemmtilega nafn. Við höfum ákveðnar áhyggjur af þessari þróun sem er að eiga sér stað. Við svo sem höfum verið að skila inn umsögnum þarna inn og sveitarfélögin í kringum okkur og samband íslenskra sveitarfélaga
Okkur finnst okkur kannski við ekki hafa fengið þá áhverð sem við viljum, höfum okkur áhyggjur af þessum málum. Ég held að það sé bara mikilvægt við höldum áfram að standa saman í því að koma þeim áhyggjum okkar á framfæri eins og hefur verið. Það hefur verið einhugur hér í því. Ég held að það sé bara mikilvægt að stöndum saman í þessu og stöndum með heilbrigðiseftirvöldunum hér á landsbyggðinni og á landinu öllu. Meira var það ekki frá mér í bili. Takk fyrir Stefán. Orðið laust. Hvað með aðeins ljós, bara sem ekki fara að endurtaka það sem hér hefur verið sagt af samstarfsmönnum mínum, en kannski bara hnykkja aðeins á svo Ragnar kom aðeins inn á. Og ég skil ofta, kannski svona menn velta þessu fyrir sér, en þú ákvörðun að setja, eins og kemur fram í lið 1 í fundargerð 938, að setja bakka inn í Bríeti, að það er svona líka að hafa í huga, við erum hluthafar í Bríeti. Semst svo ákvörðun sem bæjarstjórn tók fyrir nokkrum árum að sem ég er allavega fullu sem að hafa verið framfaraspor, ég held að við séum flest það að setja eignir okkar eða íbúður okkar á sínum tíma inn í Bríeti sem hlutafé og leið að Bríet fór í það rekstur og fór leið að byggja nýjar íbúður einnig í samfélaginu, að láta byggja og kaupa af byggingaraðilum nýjar íbúður til þess að auka leigukostinn. Leigumöguleikana í Fjarðabyggð ég held að það hafi verið afar góð. Það var mikill skortur á leigumarkaði í Fjarðabyggð, það var mikill skortur á leigufélög og almennu markaði sem hafa aðeins verið hér voru svolítið að fara frá. En Bríet er náttúrulega félag sem bara eigu sveitafélag og ríkisins og hagnaðardrifið án allra samt hvaða. Þetta er ekki eins og Brák sem er hátekju og eignamörkum fólks sem þar fer inn, sem er líka mikilvægt félag og við erum mjög virk í, sem er húsnæði sjálfseignarstofnun. Þarna var bara stigin svona stór skref framundan og allir síðan þá sé ekki á vegum Bríetar komnar, ég veit ekki, 12, 14, 15, 16 eða meira íbúðir vítt og breytt Fjarðabyggð sem eru nú til leigu og nýjar íbúðir. Þannig að líka nálgast þannig að þetta sannarlega er svo rétt eins og kom fram með heimi að við þurfum að hafa opið og gegnsætt ferli við seljum eignir, en þannig er þetta bara að auka við okkar hlutild, okkar bara hlutafjár, stærð okkar hlutafjár eignar í Bríeti. Í Bríeti er núna 9 sveitafélög og sem ríkið, 9 sveitafélög sem eru komið þar inn og fleira kom inn með sinn húsakost og eru vonandi og markmið okkar er það að þetta verða í framtíðina full í eigu sveitafélagana á móti en er vonandi og munandi efla og við erum að horfa á það að með að eftirspurn hér, auðvitað misjafnlega hverjum að þá verði fleiri slíkar. Bara hnykkja á þessu í leiðinni. En orðið laust, engi kauðs ljósla á berum fundargerð bæjarráðs númer 938 og 39, þess að það sanngjafinnsskiða merki. Það eru samt með 9 atkvæðum, þá erum við komin í fjölskyldunefnd númer 55, orðið laust hana, veit einhver þessi ljós. Hjördís, Elíðan Þórósdóttir, gerðu svo vel. Þakka fyrir, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir. Ég vona bara að langa aðeins að koma að ræða hérna undir fjölskyldunefnd mál 42, skólavogin, foreldrakönnun. Ég sakna þess að sjá ekki neitt þarna undir að það vera að kynna niðurstöðunar úr foreldrakönnun. Mér langaði bara svona aðeins að forvitnast hvort að þetta ætti að vera deilt síðan með okkur hér í bæjarstjórn. Þar sem það var greinilega farið yfir þetta á fundinum og síðan ákveðið að vinna sem sagt frekar að þessu inn í hverjum skóla og nýta síðan í vinnunni fjölskyldunefnd. Þannig að ég ætlaði nú bara að velta þessu upp því að mér finnst vanta þarna gögn undir. Þannig var það ekki. Gæði verið Hjördís, Ragnar Sigurðsson við beðum orðið til að svara sem formaður fjölskyldunefndar. Já, takk fyrir þetta. Það er auðvitað alveg rétt. Auðvitað ef gögnin að vera þarna undir. Fræðslustjóri er að vinna úr samantekt úr þessari könnun og það verður, sem þetta í framhaldinu verður öllum upplýsingum sett þarna inn og við erum með fund á mánudaginn í fjölskyldunefndina sem við fyrir nánar yfir skólavogina og
í kjölfari verða öll gögn birt, en ég hallast að því að þetta sé bara einhver mistök sem að voru til þess að þessi gögn sé ekki undir þessum lið. Fyrir Ragnar, orðið laust undir fundi ekki fjölskyldunættar. Fleira ekki þess ljós, þetta ber hann eftir samþið þessum hann sagði ekki með skemmerki. Hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við hjá næst í fundagerð stjórn menningarstofu með 34 og áður en ég orðið laust hana þá hefur Kristinn Þór Jónasson vakið athygli á vanhæfi sínu undir fyrsta lið sem eru bæjarhátíð í Fjarðabyggð, þar sem hann er í forsvari fyrir bæjarhátíð á Eskifirði. Þannig að það er til afgreiðslu og hreyfingið í andmæli þá munum við taka þann lið sérstaklega til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu hér eftir og Kristín víkur úr sal. Engir hefur því andmælum þar leiðandi göngu þá er fundagerðin til hér til umræðum undir þá liðum 2 og 3 í henni, var nú ekki stærri núna, það vill einhverjum ljós þar. Svo verðist ekki vera, þá ætla ég að afgreiða þann, Kristín býtu, þá ætla ég að fá að afgreiða fundagerðin undirskipti lið 1, þeir sem hann sagði ekki, þegar hún sagði þetta með 9 atkvæðum, þá ætla Kristín að víkja úr sal og við ætlum að taka til umfjöllunar afgreiðslu lið 1 í þessar fundagerð sem tengis bæjarhátíðum í Fjarðabyggð. Þá erum við að tala þær bæjarhátíð sem eru haldnar á vegum samtaka og félagasamtaka og hópa og það sem við vorum að kynna til sögunar rammasamning stjórn menningarstofu við þessar hátíðir og leið að auka framlög til þeirra sem var afar ánægjulegt því að það er svona nokkuð langa tíð hefa framlögin ekki hækkað til hátíðana. Þá verið það næsta flugútsæði, stöð í stöð, franska og þessar hátíðir sem haldnar eru. En núna laði stjórn menningarstofu til að hækka framlögin og gera jafnframt samning utanum þetta er svona bara formfesta svolítið. Þannig að það væri allt svona rætt fyrirfram hvernig við nálguðumst þær. Þannig að það var ánægilegt og gaf mér ekki greint annað hjá hátíðarhöldurum en þeir væri mjög sáttir við þetta form. Þannig að orðið laust hann lið. Engin hvað þess ljóðslega fá að afgreiða hann þeir sem hann sagði ekki að við skemmerki. Hann sagði þetta með 8 atkvæðum og Kristín má ganga í salaftur. Þá erum við komin í fundagerð ungmennaráðs númer 23, orðið laust hana. Engin hvað þessi hljóðs, ég ætla að bera hann eftir sagði þetta, þessum hann sagði ekki af skefmerki, hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er komin hér fundagerð skipulags- og framkvæmdar númer 56 sem tekið var á dagskrá með afbrigðum. Og eins og áður segir, þá eru 3 almenni liðir komin hér á eftir, eins og hefði fyrir sérstaka afgreiðslu bæjarsnar. En orðið laust fundagerðina. Engin hvað þessi hljóðs, þetta bera hann eftir sagði þetta. Hún sagði með 9 atkvæðum. Þá erum við hér fyrst komin í lið, þá er fyrsta lið almennar mála, 8. lið dagskrár. Það er breyting á deiliskipulagi miðbæjar Reyðarfjarðar, búðar 12. Þessu vísa hér til bæjarstjórnar frá skipulagsnefnd, breyting á deiliskipulagi miðbæjar Reyðarfjarðar. Það bárust ekki efnislegar athugasemdir og auglýsingatíma en umsagnir bárust frá Vegagerð og Minjastofnun. Í framhaldi af auglýsingum kom í ljós að erfitt er að koma 3 húsum fyrir reitnum og tillögunni því breytt þannig að gert er ráð fyrir 2 húsum í stað 3. Aukast var aðkomalóðinni breytt og hún er nú frá Búðareyri. Og nefndin hefur staðfest þetta og nú er þetta hér til umræði bæjarstjórnar og staðfestingar. Orðið laust. Engin hvað þessi ljós ætla að bera þetta upp til samnefndar þá þessa breyting á deiliskipulaginu, sagði með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í óverulega breyting á deiliskipulagi miðbæjarins Neskaupstaðar, Hafnarbraut 6. Hér er vísað á skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarsnar óveruleg breyting á deiliskipulagi miðbæjar Neskaupstaðar og samt niðurstöðu grenndarkynningar vegna viðbyggingar eða byggingar ofan á Hafnarbraut 6 í Neskaupstað. Grenndarkynningu lokið og ein umsögn barst á auglýsingatíma sem nefndin tók til umfjöllunar og kannski fól ekki í sig öðru eða kannski helst á aukið samráð sem nefndin lagði áherslu á í afgreiðslu sinni. Þannig að orðið laust um þessa grenndarkynningu. Engin hvað sljós, ég ber hann þá eftir sagði þess mann sagði ekki að við skefmerki. Sagði með 9 atkvæðum. Þá er hér næst umsóknum lóð Grímseyri 5 á Fáskrúðsfirði og þetta er vísað til skipulags- og framkvæmdanefndar til afgreiðslu umsóknum lóðina Grímseyri 5 með breyting á byggingarreit samkvæmt uppfærðu deiliskipulagi og þetta sem við þekkja þá afgreiði bæjarráð lóðar afgreiðslu þegar að skipulags- og framkvæmdanefnd hefur tekið ákvörðun þessi eitthvað tökum við þetta sérstaklega hér inn í bæjarsnar orðið laust þetta. Engin hvað sljós, ég ber hann til sagði þetta. Hún sagði þetta með 5 atkvæðum. 9 atkvæðum, fyrir ekki 9, já, konur rosa gýruna, það var Grímseyri 5 sko, það var
meiri hlutin í klofin í þessum máli. Þá ætlum við næst gott fólk áður en slítið fund í dag, þetta var síðasta skrá, þá ætlum við að bera hér undir bæjarstjórn breyting á fundartíma bæjarstjórnar. Því að bæjarstjórn ein getur nú breytt fundum sínum, þá það þannig að til næsta fundar hafi verið boðað hér 20. og annan, var það ekki? 22. apríl sem var miðvikudag vegna þess að daginn eftir sumardagurinn 1. En það tillaga okkar að sá fundur fari fram þriðjudaginn 21. apríl klukkan 4 til þess að hver sem andmæli því, þá ætla ég lítið svo á að það sé samþykkt og færist þá til bókarkunnar í neðanmáls í fundagerð að fundur sé fluttur frá 22. apríl til 21. apríl klukkan 4. Þannig ég vona að þetta setja ekki neitt nú jafnvægi. Ég sé að Birgir hefur áhyggjur af þessu, hann mjög vanur að illa við all frávik frá reglunni sem fallegt. Heyrðu, þá bara þakka ég fyrir í dag og segi fundi slítið og þakka bæjarfulltrúum Hundsetuna.